Sveiflugreining í janúar 2016 hjá Ragnhildi Sigurðardóttur. Við byrjum á að skoða gripið og það er nú það sem við erum búin að vera að vinna í að laga. Þannig að það er ágætt fyrir þig að sjá hvernig það var. Af því að það er oft þannig að við förum í gamla drauga leið og við minnkum æfingar eða hættum að æfa okkur á einhverju ákveðnu tímabili. Ef þú horfir hérna á hendurnar mínar þá sérðu að þessi hnúi, hann liggur alveg hérna inni. Hann stendur ekki út meðan hnúin þinn stendur hérna út og það er svona vísbending það að kylfan sé á bólakafinn í lófanum. Það sem við horfum líka á, við viljum sjá að únliðurinn sitji hérna ofan á þessari línu sem hann gerir ekki og þannig við fáum þetta svona beint í æð að kylfan sé þarna inn í lófanum á þér. Hvað hægri höndina varðar, að þá sérðu hvernig puttarnir raðast þarna hjá mér. Þumatinn er mun ofar en vísifingur og það er ágætis leið til þess að viðhalda góðum fingragripi og þú ættir ekki að sjá mikið í neflurnar þínar. Þú ert í rauninni komin með kylfuna á bólakaf inn í lófan á báðum höndum. Vertu dugleg að nota myndir eins og þessa til þess að gera eins og prentaðu út og hermdu hreinlega eftir. Við skulum kíkja aðeins á uppstillinguna framan frá. Ég ætla að setja hann Aron Badli hérna við hliðina á þér. Boltinn þinn liggur svolítið framalega, hann má vera aftar í stöðinni því þegar við sláum bolta sem liggur á jörðinni þá þurfum við að hafa alveg eina fótbreidd frá vinstra hæl, svo við sjáum hérna hjá honum. Af því að boltinn er svona framalega þá eru hendurnar þínar framar líka, sjá hvernig hendurnar hans eru hérna við innra læri á vinstri og það er ekki óalgengt að þyngdin fari þá svolítið yfir á vinstri fótinn og axlirnar verða opnar. Það er að segja, þegar ég tala um opnar axlir þá á ég við það að axlirnar þínar eru að miða til vinstri miðað við línu fótanna, mjaðma, hnjá og táa. Ef við skoðum svo uppstillinguna frá hlið, þá lítur hún nú bara nokkuð vel út. Baki beint og ef eitthvað er þá eru hnén þín kannski aðeins á boginn, mættir hérna rétt aðeins úr þeim án þess að breyta hallanum á bakinu og koma þar af leiðandi pínulítið nær boltanum miðað við þessa uppstillingu. Því helst viljum við hafa handleggina þar sem þeir myndu hanga. Það eru auðveldast fyrir okkur að slaka á. En þegar þú tekur kylfuna þinn af stað, þá er svolítil spenna í höndunum þínum eins og við erum búin að vera að ræða. Aðalástæðan fyrir því á þessari mynd er gripið og það hefur örugglega svolítið setið eftir svo tilfinning því að þó þú sért búin að laga gripið þá er spenna í höndunum þínum á leiðin aftur. Við sjáum að kylfan hjá honum Aron Badli, hún leggur af stað þannig hún er samsíða neðri línunni, svo verður hún samsíða efri línunni og svo leita hendurna niður og leið og hendur leita niður þá byrja fætur að vinna. Kylfan leitar inn í neðri línuna aftur sem er frábært og þegar hendur og kylfa koma niður þá hafa mjaðmir snúist það mikið að hann hefur alltaf pláss sem hann þarf fyrir hendurnar, þær geta fríhjólað í gegn án þess að lenda í árekstri við líkamann. Og hann endar í góðu jafnvægi, vinstri fótur þráðbeinn, hné komið að hné og sólin á skónum konar loft. Kylfan fer af stað, byrja nú við, aðeins hérna inn fyrir og það er eðlilegt með hvernig gripið er og upp á topp og eftir alveg hinum fínasta ferli fyrir utan það að gripið kallar á mjög lokaða kylfu. Við sjáum hérna kylfuhausinn hérna uppi. Hann er mjög lokaður. Ekki það þú er að reyna að laga það því við viljum laga það með því að laga grunnatriði. Úr þessari stöðu er erfitt fyrir þig að nota únliðina þó að kylfan kom eftir rosalega fínum ferli á leiðin tilbaka að þá vantar svolítið að búa til hraða. Og oftast þá er lokastaðan þín betri en þetta og sé hvernig fótavinnan er. Ég er farin að þekkja þig svolítið vel, þannig að yfirleitt ert að vinna betur með fótunum með þetta getið. Þess vegna hafa verið þessi skóra því það er erfitt fyrir okkur að nota fæturnar þegar við erum í svona hælaskóm. Skulum kíkja á hreyfingarnar framan frá og byrjum á Aron Badli. Við sjáum þennan hliðarhalla hérna hjá honum. Það er líka svona hliðarhalli hjá þér, þannig að það er mjög gott. Hjálpar okkur að einfalda hreyfingarnar og sér að hann þarf ekki að gera neitt annað en að snúa sér og þarna sjáum við þessa liðbrúnliðshreyfingu á leiðin aftur. Þegar hann er komin hálfa leið þá er hann þar sem við viljum vera þegar við æfum hálfu sveiflurnar sem ég er búin að vera að láta ykkur gera. Kylfan fer aftur hjá þér og það er ekkert að gerast í únliðunum og það er gripin að kenna. Axlirnar stífna
Hvernig hleypur spenna upp í axlirnar þínar og það erfitt fyrir þig að nýta kraftinn þinn. Og þarna sjáum við það sama með fæturnar eins og áðan. Hendurnar leita niður, sjá hvernig hann geymir únliðskraftinn sinn sem gott. Og hann á auðvelt með að keyra hérna í gegn, þetta verður mjúkt og afslappað. Ef við tökum þetta saman þá þarf þetta að passa svolítið uppstillinguna þína áfram. Boltan á réttan stað, gripið númer 1, aðeins minna bogið hné, pínlítið nær boltanum þannig að þú getur haft únliðina þína þar sem þið myndu hanga. Svo þurfum við að vinna með mýktina og flæðið á leiðina aftur og þetta er eiginlega spurning um þessar góðu viðstöðulausu sveiflur með drægvernum þar sem þú leyfir drægvernum að draga þig í gang og tekur viðstöðulausa sveiflur fram og tilbaka til þess að auka hraðan og mýktina og flæðið í hreyfinguna þínum. Grip, uppstilling, grunnurinn þinn og vinna svo með mýkt og flæði. Gangi þér sem allra best.